Jón Már, nú stöndum við hérna í tómri kennslustofu í Menntaskólanum á Akureyri en það er samt starfsemi hérna í gangi. Já. Það þegar var sett samkomubann á föstudeginum, þá notuðum við gærdaginn og reyndar helgina líka til að undirbúa og það er allt kennarar og allt starfsfólk er á fullu að störfum, sko. Hvernig skilaboð eru að senda út til nemenda því að nú er þetta ekki bara þannig að maður sé komið frí og sofi út allan daginn, maður verður að reyna að halda ákveðinni rútínu? Já, þetta er ólíkt því sem við þekkjum, verkföll og því líkt því að nú er sem sé starfsemi og það er reynt að halda uppi kennslu með fjarnámi og bara eins og hér í menntaskólanum og reyndar í öllum skólum eru kennarar og starfsfólk að undirbúa sig fyrir þetta. Sumir skólar eru vel undir þetta búnir, eru búin að halda úti fjarndreifnámi eða ekki gert greinamun á fjarnámi og staðnámi og svo nefnir sem dæmi bara eins og hér út á Tröllaskaga en aðrir sem hafa verið svona staðnámsskólar eins og menntaskólinn og þeir eru margir sem eru svoleiðis en eins og hjá okkur þá höfum við verið að svona fikra okkur áfram í að nota alls konar tækni sem hluta af kennsluaðferðum í skólanum og það eru fleiri skólar svoleiðis. Þannig að við erum að reyna með þeim hætti að ná til nemenda og passa að enginn týnist í þessum aðstæðum sem við erum komin í núna. Að enginn týnist, hafið þið einhverja áhyggjur af brottfalli á svona tíma? Við erum alltaf að keppast við að halda öllu því fólki sem við fáum í skólana, halda þeim bæði við nám og svona að þeim líði sem best og við keppast við það líka og auðvitað höfum við áhyggjur af því. Þetta eru svona óvenjulegar aðstæður sem nemendur svona þekkja ekki og við svo sem ekki heldur, starfsmenn, en við erum samt sem áður með reynslu og vel menntað fólk. Þannig að það er að undirbúa sig vel og við erum með til dæmis eins og hjá okkur hér í menntaskólanum erum við mjög öfluga náms- og starfsráðgjafa og við erum með sálfræðingastörfum. Þannig að við reynum að ná til okkar nemenda. Ég held að það sé bara í öllum skólum verið að gera slíkt. En við reynum að ná til okkar nemenda og passa upp á að enginn svona týnist eða finni sig í þessu og því að við höfum þetta áhyggjur og við gerum ráð fyrir því að við erum með öfluga kennara þannig að þeir ná til sinna nemenda líka og passa upp á að þeir séu aðverki og dragist ekki aftur úr og svona sinni sínu. Þannig að það þarf að halda reglunni, vakna á morgnana, koma sér í stiftum föt, fara úr náttfötunum, vera ekki í náttfötunum allan daginn, koma sér að verki, setja sig í stellingar til að fara að læra, hreyfa sig, borða hollt og sem sé hreyfa sig og fara svo bara á skynsamlegum tíma að sofa líka og ef þeir sem eru áhugasamir tölvuleiki að þeir setji það líka niður sem bara sitt prógram að vera ekki í því út í eitt. Þannig að allt hafi sinn tíma, líka leikur, þannig að nám verði bara hluti af því sem gerist heima hjá manni og því að það er svo margt sem er lokað, margt sem er ekki aðgengilegt sem áður hafi verið. Þeir sem er í boltaleikjum til dæmis, það er lokað hjá þeim að taka þátt í sínum íþróttum, þannig að það er svo margt sem þarf að breyta. Það er ekki bara skólinn, þannig að skólinn þarf að hjálpa nemendum við að halda utan sitt skipulag og við ætlum okkur að gera það. Nú þegar nemendur eru að læra svona hver í sínu horni og kennarinn er að reyna að fylgjast með úr tölvunni heima hjá sér, það hlýtur að vera erfitt að fylgjast alveg með nemendum og þið hljótið þurfa að vinna þetta svolítið í góðu samstarfi við foreldra eða hvað? Já, og við höfum sendt bréf til foreldra og reynda að senda upplýsingar til foreldra og forráðamanna það bara hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og við leggjum líka mikla áherslu á það að foreldrar og forráðamenn hafi samband við skólan ef eitthvað er óljóst og það er þannig í öllum skólum, þannig að hafa samband við skólan ef eitthvað er óljóst. Og við höfum líka frumkvæði ef okkur sýnist einhver ger ekki vart við sig að
þá höfum við frumkvæði og við viljum líka að foreldrar og nemendur láti vita ef þeir veikjast, þannig að við vitum að það vegna þess að einhver fékk flensu eða magapest sem hann ekki að sinna starfinu sínu eins og bara í reglulegu skólahaldi. Þannig að við vitum okkar fólk, við getum haldið utan það, passað upp á að allt gangi eins vel og mögulega hægt við svona aðstæður. Svo það ekki bara fyrir nemendurnar að hugsa mataræði og heilsu og rútínu, það líka fyrir foreldrana sem heima, kennarana og starfsfólk hér. Mikil ósköp, það það. Og það ákveðin svona, það verkefni líka fást við, bara hvernig höldum við svona andanum, hressum í svona breyttum aðstæðum og hvernig höldum við utan bara svona félagslega líðan kennara og þá auðvitað það líka vandi heimilanna að halda utan svona félagslega líðan heima hjá sér. Þannig að þetta verkefni sem við verðum að taka alvarlega en jafnframt finna gleðina og tækifærin í því. Því þetta líka tækifæri, við sjáum líka tækifæri bara í að breyta til, koma með nýjangar og breyta til, taka öðruvísi á verkefnum heldur við áður verið að gera. Og það alls konar hugbúnaður sem núna til staðar sem var ekki fyrir kannski örfáum árum síðan. Það sem að kennararnir geta bara haft allan bekkinn sinn á skjánum, skipt honum í hópa, látið vinna með þeim hætti. Þannig að það svo fjölmargt sem hægt að gera og vera á þann hátt í sambandi við nemendur. Þannig og þetta reynir líka á og krefst þess líka að kennarar og starfsfólk vinni meira saman. Þannig að það sé ekki allir að gera allt á sama tíma. Þannig að það gæti þegar upp staðið eitthvað jákvætt sprottið upp úr þessu öllu saman? Ég alveg sannfærður það og við eigum að nota svona aðstæður til að gera þar sem tækifæri. Við eigum ekki að láta þetta svona hellast yfir okkur, heldur að gera okkur þetta sem tækifæri. Þannig komum við sterkar út úr þessu og þannig finna nemendur til sín að þeir hafa ráðið við og þeir sem eiga í erfiðleikum að þeir vinna sig út úr því líka og við reynum að hjálpast að við það og þá finnur fólk það að með því að standa saman að þá komum við sterkar út úr þessu og það það sem við eigum að stefna að þegar svona aðstæður kom upp og það það sem brýningin líka frá heilbrigðisyfirvöldum og menntamálaráðuneytinu og alls staðar að við notum þetta til þess að koma sterkar út úr heldur en áður. Nákvæmlega, takk kærlega fyrir þetta Jón Már. Við sendum boltan hér úr Menntaskólanum á Akureyri aftur yfir höfuðstöðvarnar á N4. Þar Karl komið góðan gest í settið.